Þá ætla ég að leggja saman tölurnar, samtalstölurnar, verðmæti, álagning og virðisaukaskattur. Fer ég hérna í AutoSum og ég dreg yfir tölurnar sem ég ætla að leggja saman. Síðan ætla ég að útlitsmóta tölurnar. Ég get farið hér, fæ ég KR fyrir aftan. Ef þið eru með Office 365 þá kemur ISK í hástöfum. Síðan ætla ég að taka þessar tölur hér og setja krónuútlit. Þá er það komið hér. Síðan ætla ég að setja grunnlínu hér undir. Það er ég hér og er bottom border og undir niður stöðutölurnar ætla ég að setja tvöfalda línu, bottom double border. Og þá lítur þetta svona út. Eins og ég sagði áðan að ef þið eru með Office 365 að þá kemur ISK, ekki krónur, og þið haldið því. Ég er búin að stækka letri hér og feitletra. Þetta var komið í prósentustillingu og ef við skoðum verkefnið í prentskoðun, skoðum síðuna, þá lítur hún svona út. Við skulum fara hérna í Page Setup, setja Landscape og Fit to One Page. Ég ætla líka að miðja þetta hérna á síðuna og hérna í Layout, í Sheet, ætla ég að haka við Row and Column Headings og við Grid Lines. Í Header and Footer, Custom Header, ég setja áfangi, nafnið ykkar og hópanúmer og ég segi OK. Custom Footer ætla ég að setja sjálfvirkt heiti skjals og sjálfvirkt heiti síðu hér. Ef ég segi OK núna, þá lítur þetta svona út. Og hér sjáu þið Row and Column Headings, þá eru línunúmer og dálka, tölustafir yfir dálkum. Ég ætla ekki að útlitsmóta síðuna lager, bara útlitsmóta síðuna sölu og ég vista.